Ómar Ragnarsson. Já, góðir ráðsmenn og ráðskonur og formaður og þeir sem aðrir fylgjast með þessu. Þetta allt gott og blessað. Ég tel að það sé alveg nóg að segja að alþingismenn séu eingöngu bundnir við samferðingu sína punktur. Með því að setja punktin þar þá bara allt annað útilokað og þarf ekki að vera fara að tiltaka eitthvað sérstakt eins og fyrirmæli frá kjósendur sínum eða ekki. Ég hef lent í rökræðum út af þessu við stofnun stjórnmálasamtaka, þó ekki þeirra sem ég veit í forstöðu. Þar var uppi hugmyndum það að það hefði sett í lög þess framboðs að þingmenn skyldu víkja ef þeir færu út af flokkslínunni. Ég bað bara viðkomandi að vera minnu að þess að þetta hefði verið reynt áður. Það var í Þýskalandi á tímabili og gafst frekar illa. Allir urðu að vinna foringjanum hollustu eið. Svo ég held að það sé bara best að hafa þetta einfalt. Alþingismenn eru eingöngu bundnir við samferðingu sína, punktur. Og það ekkert annað sem á að hagga því. Þetta með að alþingismaður verði ekki krafning reikningsskapar utan þings fyrir það sem hann hefur sagt á þinginu nema alþingi leyfi, það þurfum við að íhuga vel. Það hefur einu sinni verið mikil umræða á alþingi það að svipta ákveðin þingmann þinghelgi, það var fyrir 60 árum, og alþingi felldi það. Úr því máli varði ekki neitt. Ég tel að við eigum að treysta alþingi fyrir því sjálfu ef að það telur að þessi orð, ég held að meiri hluti alþingi sljóti að sjá ef einhver þingmaður hefur farið alvarlega út af línunni og ég held að ég hallast frekar því að þetta ákvæði verði áfram, að alþingismenn hafi rétt umfram aðra. Alþingi æðsta stofnunin, það gömul stofnun, virðuleg stofnun og nauðsynleg og við þurfum að styrkja það, við erum að styrkja það í störfum sínum og ég held að sinn þá þurfum við að hafa eitthvað aukna verð fyrir þá. Ef þeir hafa sagt eitthvað slæmt á þingi, þá held ég að við erum að treysta meiri hluta alþingis til þess að svipta þá þinghelgi ef í það fer. Það var fellt þarna fyrir 60 árum að viðkomandi stjórnmálamaður, hann komst upp með að segja þetta á þingi og síðan var sá sem var í þessum málaferlum við hann, urðu þeir samstarfsmenn og ég held að þetta hafi gróið heilt. Það geta risið úvar á þingi og ég hallast frekar að því að við erum að treysta þinginu fyrir þessu. Þetta með að vísa utanþingsmönnum á dyr, það eru tvær hliðar á því. Nú sjónvarp frá öllum þingfundum þannig að það ekkert lengur það að ræða að hægt sé að skella þinginu lás og enginn fá að fylgjast með því. Til þess að fylgjast með því ef það eru lokaðir fundir, þá þá að jafnframt að spyrja sig að því hvort að þingi geti líka fellt niður að sjónvarpið sé frá þingfundi. Þetta þarf að athuga dálítið vel. Ég þykir þurfa mjög rík rök fyrir því að þingi geti lokað sig af. Og það þyrfti ég að vera að taka það til að það sé hvorttveggja. Það útsendingar á þingi sem eru að jafna því, að það sé tryggt að það sé alltaf útsendingar á alþingi. Ef menn vilja þá að það sé vísað einhverjum á dyr, að þá það vegna öryggisalþingis og ég tel það reynda að vera tryggt á öðrum stað eins og Vilhjálmur kom að, svo ég held að þetta sé óþarfi. Ég held bara að þetta eigi alltaf að vera opið ef öryggi þingsins eða friði og frelsi ógnað, þá gildir sú grein. Að lokum þetta með að sitja ekki of lengi í embætti, það mikið nýmæli og gott. 10 ár ágætt og ég held að við ættum ekki að hafa neitt svona Pútins ákvæði að svo þurfa megi líða eitt kjörtímabil og þá geta hann komið aftur. Ég held að við ættum ekki að hafa neinar afturgöngur í þessum embættum og frekar þá að lengi eftir í 12 ár heldur en að Gunnar geti snúið aftur. Það að engi geti gengt sama ráðherraembætti í lengur en 8 ár samfleyti, ég set spurningamerki við það. Svo kann að vera að viðkomandi ráðherra njóti sín engan veginn og það sé í raun og veru óráð að vera skipt honum út í eitthvað annar ráðuneyti og ég sé ekki af hverju þetta að vera styttri tími heldur en hjá forsætisráðherra. Ég nefni dæmum þingmann sem var ráðherra í 15 ár
og akkurat þegar hann var að enda sinn feril þá kom hann aðal máli sínu í gegn, en hann þurfti 15 ár til þess. Kirkjugarðarnir eru hins vegar fullir og ómissandi fólki, þannig að ég hallast að því að það eigi að setja takmörk á ráðherraembætti en hafa það bara einn árafjölda, 12 er ágætt. Takk.